Hérna höfum við afmælisbarn dagsins. Jakob Snær Árnason, kornungudrengurinn, heldur upp á daginn. Já, bara svona halda rútínu fyrir leikinn, það er bara vinna og æfing og síðan borða eitthvað gott. Færði ekki eitthvað sætt hjá strákunum í liðinu, heldur þið komið ekki með einhverja tertu eða sleikipinna eða eitthvað handa kallinum á æfingu? Já, þeir hessa mann við en yfirleitt er það nú kvöðin á mér að koma með einhverja kræsingar alltaf heim. Þannig að við syndum því á þriðjudaginn, það má ekki vera stutt í leik. Stutt í leik, það er einmitt það sem er að gerast. Það er á morgun, þá eru Framarar að koma í heimsókn á Þórsvöll. Hvernig leggst þetta í ykkur? Já, við erum bara rosa spenntir, ég menna það er pollamóti í gangi og mikið af fólki í bænum og við vonum náttúrulega að verði mögnuð mæting á leikinn og sérstaklega eftir síðasta leik eru við hrikalega spenntir að mæta aftur á völlinn og rífa okkur af raskatinu. Laga þetta slys sem þá varð? Já, vissulega. Við spiluðum mjög vel, sérstaklega fyrstu 40 mínúturnar, myndi ég segja 35-40 í fyrri hálfleik á móti Fjölni og áttum rosa góðan leik. En mann er oft refsað fyrir að nýta ekki færi sín og við fengum heldur betur að finna það fyrir í seinni hálfleik á móti þeim. Það er náttúrulega þannig að náttúrulega stór skörf verið höggin í hópinn með meiðsli og annað þannig að það er náttúrulega því ekkert að væli í því, það kemur maður í stað. Já, algjörlega. Náttúrulega Aron er farinn og við fengum nýjan Aron í staðinn, en Spánverjarnir tveir, þeir eru meiddir ennþá og vonandi fer að vera stutt í þá því þeir eru mjög gríðarlega mikilvægir fyrir liðið. En samt sem áður eru við eitt stort lið og það kemur bara maður í manns stað og við erum klárið í þennan leik og við erum tilbúinir að sýna að við getum verið góðir Þórsarar án þeirra þó þeir séu mikilvægir fyrir okkur. Og við ætlum að sýna það náttúrulega að þessi skammstofun er ekki tilviljun, DFK, deyja fyrir klúbbinn. Nei, algjörlega, þú sér það er búið að rigna vel á okkur núna, þannig að það er blautu völlur og það verður algjör harka held ég á morgun og eins og áður sagði, margt fólk í bænum og vonandi bara stemning og góður leikur og við erum staðnarnir því að klára þetta almennilega. Vonandi mjög margir Framarar í bænum til þess að fá fleira á völlin? Já, ég meina bara bara því fleiri því betra. Segðu mér með Framarar, þetta var lið sem að kannski fæstir áttu vonaði að myndi gera einhverja stórkostlega hluti í sumar en þeir eru bara komnir á toppinn, eru 2 stigum á eftir toppliðunum 2 og 1 stig á undan okkur þannig að þetta er harður pakki. Já, deildin hefur spilað svolítið þannig að þetta er ekki, línurnar er ekki alveg horfnar að skýrast, þetta er svolítið stutt á milli þarna og það gerir bara deildina meira spennandi og Fram er eitt af þessu liðum sem kannski fólk bjóst ekki og ekki ég sjálfur, ég bjóst ekki við að þeir eru í þessum pakka, þeir hafa komið svolítið óvart þannig að við þurfum að vera vel undirbúnir og við erum það og bara mætið að leika hörku, það bara þýðir ekkert annað. Nú stórt skarð höggið í þeirra hóp þegar okkar fyrir félagi sem leik í eitt sumar, Hlynur Atli, nú er hann frá og það munar Já, það gerir það munar náttúrulega alltaf hvern og einn mann en ég menna það kemur alltaf maður í manns stað og ég hugsa að þeir séu þá bara meira tilbúinir að gera það fyrir Hlyn að taka okkur á Þórsvelli en það er ekki boðið. Þið náttúrulega snúið þessu þá bara svipað upp og segist að það er tilbúin að leggja allt fyrir Spánverjana sem að þau eru að setja upp í stúka inn í skílu og horfa á? Já, klárlega. Það eru allir orðnir hundlegir á þessari umræðu að við séum eitt lið af Spánverjum og að þeir geri allt en vissulega eru þeir mikilvægir fyrir okkur en við erum tilbúinir að margsýna það að það er ekki bara þeir, þetta er eitt lið og við ætlum að sýna það hér á morgun. Allt lagt í söluna með að ná 3 stigum heim í húsi Hamar? Allt lagt í söluna. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.